Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undanferð heldur, heila mörg undanferðin ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir. Verið velkomin. Þau eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið Háskólans, margreyndir. Sérfræðingar í skólamálum. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk fyrir að bjóða okkur. Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi. Já, það má segja það er að viðurkenna það. Það er þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum er að þetta er mjög ólíkt eftir skólum. Við aflöðum all umfangsmikillega gagna, við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, þetta eru þessi 6 sveitafélög sem að kosta rannsóknina og ræddum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk, 6-8 á hverjum fundi, þannig að það voru rúmlega 160 mann sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálfstíma samræða. Okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34%, það voru tækni vandamál við útsendingu. Nokkur er sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að á það sjálfur rétt sem þú segir þetta er eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til þess að leggja fram og undirstrika að þetta er líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og er eitthvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að Kristið það út úr kennarunum að kvarta. Við verum líka að hafa það í huga að hugsanlega er einhver bjögun þarna en það er alltaf mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk er almennt að tala en það er þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólunum, álagin í skólunum. Og líka við erum að spyrja þetta álag og svo nefnir og að því að við viljum fá að vita hvað það er, ekki bara tala álag almennt. Það munur á milli hvers, á milli skóla í svona millistéttarhverfum og fátækrahverfum? Nei, það er það merkilega við þetta að niðurstaðan sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skólagerð að gera eða skólahverfi. Þannig að það er bara kúltúr viðkomandi skóla, eitthvað menning innan skólans? Hugsanlega eitthvað leyti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það er eitt af því sem að sko, þó að mér segja að það komi fátt á óvart, það er margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það, þessi mikli munur, hann kom okkur á óvart, þá kom okkur líka á óvart hvað kennarar taka nærri sér, sem er bara eðlilegt, við hefðum átt að veita það, hvað maður segja, öll þessi neikvæða umræða. Að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita er góður kennari segja, þegar ég hitti núna fólk sem við ekki hitta áður, þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari, vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna. Og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera. Það eru áskoranir og það eru alvarlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskoranir í skólum. Ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára áskoranir. Það voru áskoranir og skoðuðu úttekt á miðbæjarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug. Við minnir að 30% strákana hafi ekki einu sinni mætt í skólan, sko. Það verða alltaf áskoran. Mér langar að ræða við ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst. En þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart. Hvað ræður því?
Mjög líklega eru það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja. Og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnihópaviðtölunum. Við fundum alveg hvernig andrúmslofti var í skólanum, hvernig tala var við og stjórnendur, í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best. Þar kom í ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt var að leysa ýmiss konar mál. Og fólk hjálpaðist við að leysa málin. Aftur á móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem gekk, sem voru átt í basli, að þar sagði til dæmis einn umsjónarkennarinn, já þegar ég kem með einhvern vanda til míns stjórnanda, þá bara sagt hvert þú umsjónarkennar, þú mátt að leysa þetta. Þannig að þetta svona himinn og haf þarna á milli stjórnunarhátta. En af hverju flyst ekki að segjum að skólakerfið okkar sé svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum? Maður myndi ætla það að það myndi flytjast á milli svona það sem kallað best practices eða eitthvað, það sem vel gert. En ef þú ert með skóla það sem að nemendahópurinn svipaður, allt bara mjög svipað, nema að starfsaðstoð kennarana eru mjög slæmar í þessum málum. Þið greinið þetta og segið að það er líklega innra megin viðkomandi skóla. Akkur það ekki leiðrétt einhvern veginn? Það er það sem við erum að vona, að skýrslan hafi fermið sig. Já, það má segja tventum þetta, annars vegar við vorum að skoða álagið og spurðum eftir álagið. Við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álaginu. Liðka til og við söfnum líka, við höfum ekki talið það saman að það er eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að skapa árangsríkara skólastað þar sem að álag er ekki ekki skilja fólk eitt eftir í vandanum. Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera. Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einhvern einan eftir í vandanum? Jú, það er þetta hann geti ræktað og þessum að leysa það. Já, ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna. Hver skóli? Já, og hvert sveitafélag. Það er ekkert víst að okkar hugmyndir leiðir séu þær allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla, aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem er að fást við mjög krefjandi vandamál og næri ekki tökum á því, hann hiki ekkert við að leita sér liðsinnis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest er þörf á. Svo er mjög mikill munur eftir störfum. Hvað vorst að gera í skólanum? Hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið er langt mest á umsjónarkennurum. Mikið með það ekki óvart. Það er þeir sem þurfa að eiga samskipti við foreldrana. Já. Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökunar að segja að það væri kemur ykkur óvart viðstand. Þess að ekki að líta úr þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem kemur kannski óvart hvað það er mikið álag. Það er eigi í samskiptunum við foreldra. Já, við suma. Við suma foreldra. Já. Auðvitað ekki alla foreldra. En það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónarkennarana þjónustu, að svara erindum strax, mæta inn á gólf og gera kröfur, kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu. Þetta sem betur fyrir ekkert margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi. Gera líf umsjónarkennarans næstu óbærilegt. Já, mæta með lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat. Hvernig stendur á því að barnið mitt er bara með 6,5 í ensku? Já. Ég er fullt kunnugt að hann er miklu betri í ensku. Í einum skóla sem við komum í þá sáðu þeir sem voru í rýnihópnum að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónarkennarann. Þannig að þetta er ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist. Nei, það þekkist, já, það er ekki mjög algengt að sjálfsögðu. En það er lýsandi yfir það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem kennaranum
námsárangur barnsins. Já, og svo annað að þetta með þessar kröfur þjónustu, að þetta töluðu margir óöryggi foreldra. Bæði í rýnahópaviðtölunum og í spurningakönnunni, hvað óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu hefði aukist. Og þar sem dæmi... Hvað áttu við með því? Já, til dæmis, barnið mitt næri ekki að sofa nógu vel, áttu nokkur ráð við því, getur ekki hjálpað mér að leysa það mál. Það búið að flytja uppeldisábyrgðina yfir á kennarann. Já, og barnið mitt má ekki tala við þennan nemanda, viltu gæta þess að hann sitji aldrei nokkuð tíma við hlýðan á honum eða vinni verkefni við viðkomandi nemanda. Alls konar svona atriði sem í einum skóla var það þannig að foreldri kom barnið var að byrja í 1. bekk. 3 foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sagðu við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið. Og við óskum eftir því að skólinn fari til því. Og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg mynduheit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði. Þannig að það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræður við foreldra. Þetta mynd af svona bara menningarlegri breytingu sem Við förum í samfélagslegu breytingarna sem og nemendahópurinn ólík og annars konar með aðrar og þarfir. En bara þetta atriði. Það er mjög mikilvægt að það komið fram að mjög margir tjáðu okkur að mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum. Og sumir nefndu bara á síðustu 2, 3, 4 árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel. Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað í vikengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hluti af því. En þú nefndir áðan umræðun skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið stendur höllum fæti, þá myndi ég reikna með að kröfunar verði kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið harkalega. Já, það skiptir bara óskaplega miklu máli. Ræna barnið mitt. Já, það skiptir svo miklu máli að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðir. En það verður líka að horfa á það sem vel er gert. Og nú vil svo til að ég hef umsjón með íslensku menntavelunum. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum jákvætt, gott uppbyggilegt skólastarf. Og ég sé hvað það er dásamlega margt skemmtilegt að gerast. Þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi. Það er ekki allt að fara fjandans til. Það eru áskoranir. Þær eru örugglega viðráðanlegar. Það þarf að taka á þeim með markvissum. Þú lest ekki Moggan, ef maður lesum skólamáli þar að það er alltaf farið til fjandans. Já, ég verð að segja eins og mér finnst að Moggin og raunar fleiri fjölmiðlar, við skulum ekki telja þá upp, mættu vera einari við að benda það sem vel er gert. Vegna þess að skólinn þarf stuðning og hann hefur aldrei, held ég, þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna. Og við viljum læra því sem vel er gert. Þetta illa umtal, það veikir skólan. Þetta ójafnvægi í umræðinni. En þetta munur á, ég veit ekki, uppeldisskylda, ég veit ekki hvað það hugtaka til, á milli heimilisins og skólana. Hefur það breyst? Við vorum ekki að Víðast ekki. Nei, ég held ekki. Við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega, en þetta er bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar. Þannig að það er ekki eins og við sem að sjá einhverja breytingu þar. Það væri tilgáta mín skoða. Þetta óöryggi foreldra í uppeldishlutverkinu, það kom víða fram. Bæði í, eins og ég segi, í rýnihópaviðtölunum og líka í spurningakonunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennararnir upplifa foreldra óörugga í uppeldishlutverkinu. Man gæti kannski sagt þess að kannski er það bara skólanum að kenna því hann er alltaf að teygja sig lengra í því að vera alveg börnin að undubúa þessum þáttakatur í lýðræðislegu samfélagi er eiginlega fyrsta setningin. Það er nú bara í grunnskólalögunum hann getur nú ekki svikstund. Ég segi það er verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður
skoðar kannski þess að deilu skólamálina, þá er öðrum einu kannski hópur sem að vill það. Hinum einu þið bara látið þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og ekkert annað. Þið ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég geti túlkað að væru bara einhver svona hugmyndafræði og við kannast við þetta. En þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta er búið að vera ansi lengi þar, þannig að það er ekkert nýtt að nálinni. Stundum verður breyting í samfélaginu sem er ekki sátt og þá er það svo kallað bakslag sem kemur ef að breytingin er á hröð. Kannski var byltingi sem ég held að þið hefur tekið þátt í. Hún kom bara á snemma og fór úr land. Það verður aldrei full sátt. Það verður aldrei allir alveg full sáttir við það sem gert í skólum. Þetta er allt saman, það er bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem er tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað er gæða skólastarf. Þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað er hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Simsen, þann hágæða fyrirhundi skólastjóra og kennar á alþingismann, þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum við ekki sammála það hvað væri hágæða skólastarf. Ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann. Og þetta er óhjákvæmilegt. Það verða alltaf deilur skóla. Kannski er þetta einkenni á tímanu sem við lifum að stundum er eins og við höfum helst að hlusta á þann sem er reiðastur og mest niðri fyrir. Hann lítur að hafa rétt að sér. Ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál er mjög sérstök. Það er erfitt að átta sig á því hvað drífur hann áfram. Þeir eru hávarastir þeir sem eru reiðastir. Ef við horfum á þetta ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðarborðið, þá taka auðvitað börnin það upp. Og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasemdur skólastjórnina, skilurðu. Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti. Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka ná góðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmsir góð ráð til þess að ná góðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðir foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það er akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skila sér inn í skólastofunar. Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sáttum markmiðin. Já. Þá gengur þetta best. Það er bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsókn á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar. Og þá kom það mjög skýrt fram að þar sem gekk best að takast á við erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á hreinskiptnasta sambandi við foreldrana. En það er náttúrulega, það er auðvitað að segja þetta er þetta að bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það er tímaskortur sem kennarar er að glíma við. Þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það er alltaf tímaskortur. Það eru með orðan mikla samfélagslega breytingar á skólakjörinu undanföllnum árum og áratugum. Mjög stigmagnandi myndi ég halda að það veru fleiri börn sem koma á heimilu þar sem ekki er töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og fólki sem að fær ekki stuðninga heima mæti kannski í skólan með oflítinn orðaforða og skólinn kannski nær ekki að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut, þannig að þau hafa raunverulega ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa, það geta eiginlega bara valið hvað þau vilja verða í lífinu, að þau hafa það ekki. Kemur þetta fram í álagi kennarana? Svo sannarlega. Þetta er einn af stærstu álagsþáttunum, að börn sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða, þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennari, hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilinn og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að barn, var ekki, meiðir sig í íþróttatíma, að það getur tekið halvan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og foreldrar þarf að mæta á staðinn. Þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því
að það ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofunni, það er svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu. Ég ótt ekki það sem dæmi er að reyna að útskýra þetta fyrir fólki. Ég kem fyrir nokkrum árum í 6 ára bekk, dásamlegan 6 ára bekk í skóla á höfuðborgarsvæðinu. Það er reyndur kennari og einn ungur stuðningsfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér er sagt að þessu töluð 13 mál. Þetta var náttúrulega óskaplega fallegur hópur, en ég velti fyrir mér og ég hef nú heita kennslufræðingur, reyndi að setja mig í spor kennarans. Hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði? Er álagi það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann ræður ekki við? Já. Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning. Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðandi þessa skýrslu er það að nú erum við komið með gögn í hendurnar sem sýna fram á þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndur það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Það er mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörvað. Það er til stjórnmálaöfl sem segir að lausnum þessu sé að loka landamærunum, þannig við fáum bara ekki innflytjendabörn í skólanum. Ég veit ekki hvort að það sé lausn. En eins og staðin er í dag, hver er lausnin í þessum bekk sem þú átt að lýsa? Hvernig er þetta að kenna börnunum? Þetta er alltaf snúið sjáðu, vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hlutamáli, það vantar kennara. Skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjóra og þeir segja okkur það bara sækir enginn Og einn vandinn er sá að við höfum byggt upp hérna stéttfólks, stuðningsfulltrúa, þeir voru, ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólinu fluttur yfir til sveitafélagana, þetta er 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi. Þetta er mjög oft ungt fólk, háskóla kannski, nemar sem er að bjarga sér, skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum. Þannig að þetta verður svona lausa fólk. Og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu, endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo er það bara farið, sjáðu. Og það er kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku, ráðgjöfarandi hegðun. En við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði. Það er eins og menn hafi ekki búið sig undir þessar breytingar. En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvaða leiðir eru farnar sumstaðar. Og til dæmis er teymiskennslan, nú Ingvar er nú mikið talsmaður teymiskenslunar. Teymiskensla er eitt af því sem sumir skólar hafa farið til þess að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum, eða fyrsta bekknum. Teymiskensla þegar 2 eða fleiri kennarar er að vinna saman með nemendahóp og fá síðan sérkennsluna, eða sérkennslukvótan sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna á gólfinu með umsjónarkennaran. Í staðin fyrir að viðkomandi nemandi fari til stuðningsfulltrúa. Já, og fari eða til sérkennarans. Stuðningsfulltrúin er helt inn í bekknum eða námsóknum. Já, en hann er sá sem hefur minnsta menntun af því fullorðna fólki sem er í skólastofunni og eru við ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nemendur sem þurfa starfsmanni með mestu mentunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið. Það er að vinna í teyminu að því þá smítast niður þekking kennarana til hans. Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennarana að þurfa líka að sjá mentun stuðningsfulltrúana. Og er það þannig að það sé betra að séu 2 kennarar inn í stofu? Engin spurning. Það er hægt að sína mjög margar í þess að 1000 rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hendar teymiskennsla ekki alveg öllum, en ég hef stundum sagt að svo ekki öllum kennurum? Öllum kennurum. Ég meina, sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf. Spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu. En sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það er velskipað í hópana, velskipað í teymin og það er vakað yfir þeim, þá skilur þetta meiri velíðan, meiri árangri. Það er einfaldlega bara meira gaman í vinnunni.
þú ert ekki einn með vandamál, þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina á þér sem að getur rættum Gunnar Smára, hvernig koma betur til móts við hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert. Við náum miklu meiri árangri, finnum fleiri lausnir í samtal. Sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðinu manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega. Ef þetta er utanaðkomandi sérfræðingur, sko. Ég eins og gamansögu þetta sem ég veit ekki hvað það sé til þess að fara með hérna. Þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem var í húsnæðis erfiðleikum og það bara þurfti að bæta við 9 bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkert pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta er eiginlega ekki boðleg aðstaða. Er einhver ykkar sem treystir sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og Pít rétt upp hendina og fór og kendi þar. Árið eftir það sama vandamál að bara það eru annan bekk til viðbótar og eina lausn sem við höfum er eiginlega að við bara fjölgum í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar til í að vinna með honum Pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur árangur miklu betri en alls þar annars þar. En Pít og Skott voru náttúrulega bestu kennararnir. Þannig var mér sagði þessi saga. Já. Ég hef rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að liðingu hennar og skipan í hópa. Þetta er ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta. Nei, þessi sem að þú segir að séu svona eintrjáningur og viljið ekki, það eru bara lakari kennarar. Ef við erum 3 saman í teymi og eigum að kenna, við skulum segja 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar, eru svona eirðalausir og þurfa einhver önnur verkefni. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teymið býr yfir miklu fleiri styrkleikum heldur en einstaklingar. Flestir hlustur okkar skilja þetta. Já, en samt. Ég held að flestir hlustur okkar finnist að vera ókveikjandi að standa einn á móti unglinga-bekk. Það getur verið alveg dásamlegt, sko. Það er nú bara skemmtilegt. Ég hef kennt unglingum í mörg ár, þannig að það er nú bara skemmtilegt. Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi í þessum bransa. Hvað allir 7 mörg ár síðan ég kendi þér? Ekki 50 eitthvað ár? 50 ár. Unglingar í dag finnst mér, og ég hef fylgst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það er bara mjög mikill munur. Já, það er reynsla margra sem hefur samskipti við ungu kynslóðina. Þetta er efnilegt og gott fólk með við okkur svona begluðu kynslóðina. Ég þekki það, sko, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglingabekkir, þannig að það... En segja mér eitt, af hverju er þetta svona flókja? Því þú ert að vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum. Ég man að þar voru 2 tannlæknar í skólanum. Það var hjúkrunarfræðingur. Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinn í engum vandræðum. Ástæða fyrir að kenna þennan tannlæknarnir eru þarna að ég áttaði með þessu þegar ég var aðeins í Afríku að það er bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna breyting verður á fæðunni. Þegar svona hefðbundni maturinn fyrir þann tíma þá er eiginlega einu tannviðgerðir er að draga tennur úr eldra fólki út af rótarbólgu eða ekki tennunum sjálfum. Síðan kemur verri matur og allt í einu gjósa upp tannskemmdir. Og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál, þetta er ekki bara vandamál viðkomandi einstaklinga. Þetta fer fyrst yfir allt samfélagi, situr svo eftir í kannski tekjulægri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldragetu og einhverjum ástæðum. Á þessum tíma þá var ákveðið að setja tannlækna inn í skólanum. Og ef við erum núna með svona mikið af krökkur sem er á heiminu sem að tala ekki íslensku, okkur er ekki bara svona, tannlæknar og hjúkrunarfræðingar. Ég treysti mér ekki til þess að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkrunarfræðingarna að þeir eru bara ekki á lausu. Það er líka skortur á hjúkrunarfræðingum eins og er á kennurum. En mér langar að nefna annað. Það er ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskólana sem við höfum mikið áhuga á. Og tengist þessu, það er til dæmis bara mötuneytin. Má ég áður við komum að mötuneytunum, má ég nefna að því voru að tala um sérfræðingana, að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólinn sem er sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar. Í dag
væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr. Það er mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag. Það vita allir. Og það vita allir. Kannski að 7% af nemendunum þurfa mjög mikið á Já, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum. Sem námsráðgjafarnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum, að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt. En ef ég mann rétt þá... En varandi mötuneytin fyrir ekki. Nei, ef ég mann rétt þá ekki nema 30 menntaðir skólafélagsráðgjafar í landinu sjálf, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þess að ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti, þá er þá oftast mötuneyti þar sem að eldað er á staðnum og það er einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu. Ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum. Ég veit ekki hvort það er enn þannig á Akureyri en þá var samræmdur matseðill, þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum. Ég var að fylgjast með kennarnimum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég er náttúrulega sem áhuga maður þetta spyr krakkana hvernig blómur og lérapilsa hafi smakkast. Það er bara litrófið. Einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veisla í þeim 3. Svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu. Það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum þar sem að börnunum líkaði vel við sláturinn lagði við að bera þetta borð. Það gerði það með bros og vör, það gerði það fallega, það var flatbrauð og smjör með, þannig að það var allt annar bragur. Og maður finnur bara krakkar hafa sagt til mig, ég tekki mörg rýnihópa samtöl við krakka, sko, það er ekki þetta læri til hádegi eins og við getum ekki borðað matinn. Við erum bara svöng, það er ekki góður matur hérna. Augljóst sóknarfæri en þetta kostar. En þannig að tala bara menningu og byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það er að vera að byggja upp menningu. Já. En það bara er engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við höfum að byggja það. Við höfum bara að mæla hluti, við höfum að mæla árangur, við höfum að taka upp aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðju og nota hana, fylgjast með kennarunum, hafa skeiðklukkuðum, vera með árangursmat og gera það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta er bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta er bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, það orðið svona ákveðum blinda fyrir uppbyggingu og menningu. Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því ég skoði aðeins út frá mínum áhuga á teymiskenslu, þá skoði ég teymisvinnu hjá öðrum stéttum og ég sé ekki betur en að heilbrigðisstarfsfólk sé langt undan ykkur. Já, jafnvel. Þannig að ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari sko. En því ég nefndi að ég er nýkomin af spítala, þá var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera með smá stund að skynja maður hvað er sterk menningana, hvernig er talað til sjúklingana og maður fullur aðdána. Svo var ég að nefna þetta við ykkur og þá sagði ykkur mig að þetta er eiginlega sérstök deild sko, þetta er bara langbesta deildin að þessu leyti. Þannig þess vegna leyfði ég mér að segja að auðvitað er ykkur staðar þetta er kannski ekki alveg þannig. Þetta er líka í skólanum, þetta er nefnilega líka, það er mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sumum skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menning að það er einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það er ekki unnið almennilega með málin. Það er, já. Það sem ég er að spyrja okkur gengur þó okkur illa að flytja hann á milli. Það er bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekkja núna verkefni í Vestmannaeyjum Kveikjum neistan sem er mjög áhugavert verkefni. Bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhugasvið sín. Því miður er engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitarfélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta er bara einn megin vandið. Þú getur örugglega ímyndað þér 2 kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjörólíkum árangri.
Af hverju það? En það getur verið erfitt að ræða það, en ættum við ekki að æfa okkur í að ræða það, því að þetta er kjarni málsins. Ef okkur tækist að hjálpa skólunum að byggja upp góða menningu, þá getum við verið með svona flytja þú baki brauðið inn í skólanum og hafið lykt á göngunum og hafið svona umgengismatinn á einhvern góðan hátt og við getum tekið svona triks. Það er svo erfitt að breyta skólum, þetta eru þungskip, en ég vil þó nefna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum út úr þessum viðtölum bara einhvern veginn í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum, jafnvel þó að það væri áskoranir, það var bara svo gaman í vinnunni, ég hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur, svo komum við í aðra skóla þar sem að ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin, en þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum, hún er svo sterk eftir þessa reynslu. Það er náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau eiga að venjast, þá þarf töluvert átak að fá foreldrarna í lið með sér. Og það skiptir mjög miklu máli að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur, að við upplýsum foreldra það og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað. Við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar að fá foreldrana á okkar band í samvættu það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra. Það var góður í því í gamla daga. Það var alltaf leiksýningar og alls svona sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, foreldrana segja. Já, ég held að það sýnaði mig eitthvað og þau fylgdu stolti yfir eitthvað við varum skemmtilega og frábær eins og þau voruð. Ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum. Við getum kannski komið okkur saman á það, leggja mikla áherslu á læsi og leskilning, bara gefa því forgang og einhverja starffræði orðaforða kannski ekki alla þá starffræði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman það, gott og vel, enskan er kjarnan námsgrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég er búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algeburtímum, svo ég taki dæmi, eða málfræðitímum og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu. En svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikennslu, þá blómstrar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhugasverkefni. Bara lyftastu upp. Af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námsgreinarnar upp allan skólan? Aukum val. Þetta er eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin. Að draga, við þurfum ekki að fara svona langt í starffræðinni. Já. Við kennum eiginlega ómikið af málfræði. Ættum eiginlega að kenna aðra. Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi. Málfræði er bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumálanámi. Já. Því það er líklega að geta tjá sig. Já, málfræðin er bara, það er bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft. Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álagi á kennara, að það er eitthvað álagi á kennaran það að það er verið að kenna eitthvað sem að kannski kennararnir sjá ekki tilgangin í eða er bara ofervitt. Það er nú mjög slæmt að kennararnir sjá ekki tilgangin í en það er bara ofervitt að koma þessar algebru í gegnum hennar bekk. Það er verið að setja mig eitthvað verkefni sem er bara ofervitt. Ég geti gert miklu meira með sömu orku. Akkur er verið að setja mér þetta? Er það að meina það? Já, örugglega gagvart mörgum. Já. Er það eitt sem að því að þú fórst að reyðja upp hérna fyrir 50 árum. Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega 20 þegar þú komst að kenna mér. 21. Þá varstu búin með kennaranámið. Já, ég tók, kennaraskólinn gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdenspróf svipað lit og ég var að kenna þér til hliðar, utan skóla.
En af hverju verið að láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára námi? Það vegna þess að kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta Finnar voru fyrirmynd. Finnum tókst að gjörbreyta stöðu kennarastarfsins. Mér hefur sagt að þegar að kennaranám auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss. Í Finnlandi. Það er ekki hér. Það var vonin að þetta yrði. Það myndi ganga eftir hér. 8 stöður auglýstar, þá er 1 umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi, þá er 1 umsókn. Ég er að tala kennaranámi. Já, í kennaranám. Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennarar þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám, það dugar ekki til, sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu, fyrir kennarastarfinu, við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasemd fyrir eitthvað annað nám heldur en kennaranám. Hvernig er staðið að því og hvert inntak þeirra er. Af hverju bara umræðu inntak kennaranáms? Getur nefnt mér eitthvað dæmi umræðu menntun annarra stéttar? Sem er jafn óvægin og gagnrýnin. Þetta er farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu. En ekki menntun þeirra? Ekki menntun þeirra? Nei. Heilbrigðisstéttirnar, er einhver stjórnmálamáður, er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám? Nei, það sem vandi... Það getur kannski bara verið skynsamlegt. Það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk, allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hafa vita á því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því. Það er skólanum sem þeir voru í. Já, og frá sinni eigin reynslu og þeir telja sig hafa þá þar alveg vita á því sem það ætti að fara fram og þeir halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reiknað einhver ákveðin dæmi til þess að geta kent öðrum hvernig á að reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta er ansi miklu flóknara heldur en það. En svo er það einn gagnrýni sem er núna komin upp á yfirborðið sem er vert að staldra við. Það verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu. Kennararnir lögðu mikla áherslu á það. Við höfum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð. Þannig að það vantar námsefni. Ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja, hvaða upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar. Og nú spyr ég þig bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum? Það svo í þróun efnisins og framleiðsláði og allt saman. Já, ef þú fer út í bókabúð og ætlar að viða þér svona nokkrum bókum, hvað þarftu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búinn? Fyrir hvern vetur? Já. Ég veit að ég myndi giska á 73.500. Já. Þannig 8.500 duð ekki langt. Það er upphæðin sem að MMS, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, hefur. Alveg til þess að framleiða það allt námsefni og gefa út og prenta, pakkaði inn og keira í skóla. Borga höfundum, dreifa því. Og meðan talaður að Finnar verji 30.000 krónum á hvern nemanda á sama tíma. Þannig ég var svolítið rausnarlegur. Líklega værum við vel sett að þetta væri 50.000-70.000. En varðandi að þið varum að tala um svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi það er ekki nóg að taka bara formið eins og að lengja kennaranámið. Því að við erum þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig bara ásakanir í brjóskassan. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og sittum eiginlega uppi með lakari stöðu. Ég er ekki sem að mig alveg taka svona djúpt í árinni, en skoðu, ef þú tekur leikskólastigið, umræðan þar, það er engin gagnrýni á inntak leikskólastarf. Það er fyrst og fremst gagnrýni á að sveitarfélögin byggja ekki nægilega marga leikskóla eða get ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, er þar einhver gagnrýni á inntakið við líka er á grunnskólan? Ef þú tekur háskólana, af hverju ráðast menn á grunnskólan?
Ég spyr. Já. Ég hef spurt fólk að þessu hérna, ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræða áfram. Ég skil það ekki alveg. Maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera að koma með lausnina, við ætlum að enga við allt saman. En það er bara, minnst það er þetta er of skamt að við að komi til þess að maður trúi því. Það er einhver menningar stríð þarna að þið viljið kenna börnunum sko ekki bara Íslandssöguna eins og ég lærði hana og þeir eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur eitthvað svona hugmyndir á meðan ég vil bara læri það sem að þið kannast við þetta. Já. Þannig að þetta er svona kannski margflókið. Einhver leiti er þetta þannig að framhaldsskólinn er svo kristaltært dæmi ólíkar skoðanir okkur á því hvað er mikilvægt. Sumir eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf. Það séu allt og margir áfangar kendir í mér, það er mörg hundruð ekki, mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir, þeir eru svo erfið vegna þeir get ekki metið nemendur frá ólíkum framhaldsskólum. Ég hef heimsótt flesta þessara framhaldsskóla, ekki alla, og ég bara dáist af því sem við verið að gera í mörgum þeirra. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf. Já, maður heyrir að ég á barna á þessum árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað vinkonunnar eru í ólíku námi. Sko. Já, mér finnst þetta að vera ákveðin verðmæti að eiga fjölbreytta ólíka skóla. Ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju er ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til móts við íþróttarkrakka? Af hverju er ekki annars með tónlistina, með myndmenntina, með starffræðina, menn af hverju er ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að þegar samgöngurnar á höfuðborgarsvæðinu eru svo ömurlegar að þetta myndi gera málin mjög erfið. Allir að skutla á milli hverfa. En mér finnst þessi fjölbreytni eftirsóknarverð. Annað sem mér er dottið í hug er að svona óþol gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama á við heilbrigðiskerfið. Við getum, ef við látum fagstéttunum eftir uppbyggingu kerfisins, þá búa þetta í kerfi sem bara þjóna þeim sjálfum. Þannig við verðum að setja eitthvað svona MBA kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipti máli, þess að þeir geti ekki tekið ákvörðun það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni. Jú, það er alveg rétt. Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum. Já, og sumir að tala um það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. Að allir þurfa að þetta er svona samræmt göngulafond. Það er eins og margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Þannig að krakka getur flust á milli skóla á þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það er verið að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum. Maður getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmd. Þetta er svo sérkennileg hugmynd. Það var alltaf sögð skemmtileg saga af frönskum menntamálaráðherra. Það gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi að þegar að fólk kæmi í heimsókn til hans og spurði hvað er að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og sagði það er öll 12 ára börn núna að læra frönsku stjórnarbyltinguna. Já. Þetta er ekki alveg sá skóli sem að... Það er einhverju sem vilja þetta og þeir eru ansi háværir. Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum. Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég er ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana 7 ára börnum. Sko. Já, en það er leið númer 1, 2 og 3 er að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðanir eru teknar. Það er eina leið, svo má alveg hafa smá eftir. Gagnrýnendur skólakerfisins eru bara ekkert sammálaðir einhver. Nei. Þeir eru bara alls ekki sammálaðir þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar. Það þarf að hafa eftirlit. Út og píska. Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En ef ég væri einvaldur þá myndi ég gefa kennurum miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá. Galdurinn verður á gólfinu þessum kennarar. Já, það er eins og til dæmis í þeim skóla sem við vorum alveg uppnumin yfir og þegar við komum í þann skóla að þar var mjög mikið lýðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins.
Þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefðu komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætla að leysa málin. Þetta alveg hægt. Og þarna stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu og það bara afskaplega mikilvægt. Svo þetta frábært eða þetta að gera þetta í góðri sátt við foreldra. Það bara alveg rosalega dýrmætt. Þið skoðuðu 25 skóla, hvað var besti skólinn? Megum ekki segja það. Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntaverðlaunin 5 ár aftur í tíman. Þetta ekki allra bestu skólarnir alltaf, það ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komum við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur sameinast að reyna að koma betur til móts við þarfir barnanna og lagt mikla alúð í og það eitt af því sem við tókum eftir þessi að því að kennararnir það kom mjög skýrt fram að kennararnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskyns vanda og þeir hafðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn. Og þannig að kennararnir eru uppfullir af vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum. Þið segir stundum yfirmenn, það þannig að það sem að tekst að byggja upp svona kultúr í skólum, að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum, að við þekkjum það til dæmis það sem svona eitthvað mein í einhverjum hópi, það getur haldið áfram þóttu skiptir í öllu fólkir út, sko. Því miður þá myndi ég líka til minna reynslu að skólamenning, hún stendur mikið og fellur með stjórnendateiminu og oft aðalstjórnendunum. Það stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski neistar annar staðar. En þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara víða lönd. Svo það líka einhvern veginn í okkar kultúr það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég að setja mark mitt á námi þannig að oft raskar fólk of miklu þegar það kemur inn. Gæti verið. Gæti verið. Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál. Ingvar og Lilja. Kæra þér. Takk fyrir kærlega. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.